Geggjað að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir að fá mig heimsókn. Ég veit að ég er nú búinn að dodga því bara nokkur ár, held ég. Já, ég hef búinn að vera svolítið lengi að reyna að fá þig. Já, ég er búinn að vera í identity crisis. Hvað er það á íslensku? Tilvistarkreppa. Tilvistarkreppa? Já, hvaðan kemur hún? Hvað segirðu? Hvaðan kemur tilvistarkreppan? Ég veit það ekki. Að vera kannski einhver karakter alla ævi og svo er hann búinn að borga sig og það ert hann ekki lengur. Ok. Skilurðu? Og þá var maður svona... Já, ég veit það ekki. Hvað karakter er það? Rúnar Hróði, sko. Rúnar Hróði. Það er reiður ungu maður. Hann er ekki lengur, sko. Núna er hann að vera eldri maður sem er ekki publicly reiður. Hann er reiður bara inn í sér. En ég veit það ekki. Þú veist, það var alltaf þessi. Ég er það bara ekki lengur, sko. Er það ekki gott? Jú, það er rosa gott hér, sko. Já, ég myndi segja svona seinasta ár. Þá svona, misti eitt besta vin minn og þá svona var ég eitthvað svona, ég hafði alltaf gaman að því að svona rugla ykkur liði og æsa aðeins upp og svona og þó svo maður segi sér alltaf sko að það hafi engin áhrif á mann þá er ekki gott mindset að vera, þú veist, fight or flight alltaf, þó að þú sittur öllu saman hvað fólki finnst, þá er bara ekki gaman að vera í því mindseti, þannig að það er svona senasta árið hef ég verið svona að kúpla mig svolítið út sko, senastu 2 ár svona og þá þegar þú veist að heyri mér eitthvað svona, þá er svona vil ég ekki frekar bara hverfa skilur ég skil það reyndar alveg vel sko því að ég náttúrulega kannski líka þú veist þegar fólk horfir á podcastið mitt svona utanfrá og þá hugsa það þú veist ég þarf kannski að gefa aðeins að mér og þú veist versus að þú ert að fara í eitthvað podcast þar sem þú væri bara að tala um bíómyndir eða fótbolta já, góð punktur ég skil það rosa vel sko já, einmitt maður er stundum til og stundum ekki það er enda góð punktur að þér að því ég fór alveg í eitthvað svona tattoo podcast og eitthvað skiptir ekki máli að því að það ristir ekki, skilur við. Einmitt. Þannig að, ég veit ekki. Hrósaði fyrir fötin í liðinu, gefa shoutout á sko bæði Caveman skyrtuna mínar og svo Carhartt. 100%, þarna eru 2 góðu menn á baku, sko. Bæði Arnar og Gunni. Arnar í Caveman er frábær, eittislegu strákur sem ég þekki vel. Gunni líka, það er meistari. Það er meistarinn. Sko, Gunni hann kendi mér að taka fólki eftir face value. Okay. Og ég kynntist honum bara fyrir svona ári síðan hann kendi mér að taka fólki at face value það sem ég meina með því ef ég hefði séð hann á Facebook á þess að hitta hann þá var ég bara þetta er keksaður náungi sko og hann hefði alltaf húmor fyrir þessu ég segi það bara wow, ég á enga samleið með þessum guður, hann er rugglaður svo hann bara dásamlegur, sannur og góður veltir steinum sem ég ekkert að velta hef gaman að því hann sé að velta þeim og bara frábæru sannur vinnur sko þannig að ef það er í þessari röð ég hef búið að kenna mér að bakka aðeins og býða og sjá með nýtt fólk sem maður þekkir ekki segi sko þannig að Gunni í persónu og Gunni að velta steinum á Facebook er ekki sami Gunni sko Nei, og ég er að tala um Gunnar Dan Víum sem er búin að koma hérna nokkru sinnum í podcastið mitt Já, ég sá hann var hjá þér daginn, er hann búin að koma nokkru sinnum? Hann er búin að koma held ég 4 eða 5 sinnum Já, þetta maður, hann geti alveg komið 10 sinnum viðbót, það er alveg nóg að segja Já, hann er svona eins og segir, skilur, hann kærasta mín hafði orðað þeim það er alltaf svo létt yfir þegar þú ert búin að hitta Gunnar Já, það er rétt, það er alveg rétt sko hann er svo straight forward gaur sko bara góðu gæi Já, hefi góðu gæi og búin að fara í gegnum mikið sko Já hann var alltaf svona í fyrsta þættinu fórum við að sinna á hann sko þá var hann orðin sko 50 kíló í fötum þegar hann var sem vestur í kókaini Já, ég hef heyrt það sko búin að vinna vel úr sínum málum Það er erfitt að snúa tilbaka úr ykkur svoleið sko Já, hann er að dælið í Carhartt Hann er að dælið með Carhartt og ég er að reyna að endurgjalda greið hann er náttúrulega og Þorsteinn Eifjörð sem á handilshúsið yndislegur maður og ég og kona mín erum að taka myndir og peppa þetta eitthvað og þú veist að því ég er alveg í smíðum líka og hef gaman að ég mynda og elska Carhartt ég er bara eiginlega einu fötum sem ég keypti mér voru Carhartt þannig að þegar þetta bankar upp þá er þetta svona fyrsta skipti í mörg ár sem ég bara svona að því ég er náttúrulega búin að vera ágætur á samfélagsmiðlum ógeðslega lengi fyrst skipti í mörg ár sem eitthvað bankar upp og ég er svona þetta langar mig sko 100% sko þannig að já, bara mad props á handilshúsið og Arnar líka á Caveman, hann hjálpaði mér helling þegar ég var eitthvað að reyna að búa til mitt eigið brand og eitthvað, þá átti hann prentara svona til að prenta föt og svona hann hjálpaði mér bara við það og gekk aldrei fyrir mig að borga honum fyrir það sko Nei, mikill topp maður Já, ég er glaður að ég gengur vel hjá hann er að selja mikið af
skýrtum og Já, ég fann að sjá það poppa flottu vel dóti, upp, sko. Já. bara á mörgum stöðum, sem ekki aðeins. Mér langaði að tala við alls konar hluti, af því þú ert að koma núna bara, ertu ekki að koma beint úr þjálfunni eða? Jú. Já, mér langaði að spyrja þess út í það. Hvað Já. Hver af því ég veit að þú ert búin að fara í gegnum sko svona alls konar tímabil þegar kemur að heilsu og varst náttúrulega djúpur í kraftlyftingunum. Já, ekki eins djúpt og hægt er bara, held ég, sko. Hvar ertu stattur núna með bara nálgunina þína á heilsu, líkansrækt og að þjálfa fólk? Ég er bara svart og hvít miðað við fyrir nokkrum árum, sko. Þetta er enda mjög góð saga. Sko, minn kraftlyftingaferill byrjar á skrýtnum stað, sko. Ég sem sagt, það er ekkert allir sem vita það, en ég elst upp á Kvíabryggju, Ok. inn í fangilsi. Nú? Já, mamma mín og afi og mamma og pappi rákuðu þetta til 10 ára. Og það er hús þarna fyrir ofan sem mamma mín og afi átti heim í. Og ég bara var þarna basically að vera 20 ár. Og ég byrja að lyfta þar, sko. Ok. Þar byrja minn keppnisferill. Og mitt fyrsta móti er sem sagt, fæ ég far, að því ég er ekki komið með bílpróf, þá fæ ég far með sem sagt vini mínum, við þurfum ekki að nefna hann, sem var að fara í sitt fyrsta dagsleyfi. Ok. Ég fekk far með honum. Ok. Og ég var sérst alveg all in í fótbolta og elska fótbolta. Það er eiginlega það sem ég elska, það sport sem ég elska mest eins og í dag. Ég horfa á allan fótbolta, öll lið, sko. Og ég var í fótbolta og fótbrotnaði alveg hrikalega og gat ekki haldið áfann á þar. Og bróður minn var rosalur, hrikalugur alveg, heisi, og pabbi minn líka. Og þegar ég segi við þá bara, ég ætla í kraftlyftingar, þeir eru eitthvað svona, já, það er flott, og ég segi eitthvað, ég ætla að verða bara heimsmeistari. Og þeir bara eitthvað svona, ok, alright, þú veist, ég var 55 kíló eða eitthvað, ég ætla að verða heimsmeistari. Og þeir eru bara eitthvað, já, það er svolítið erfitt, sko, já, mér er alveg sama, getur tekið langur tíma, alveg sama. Og Gott mindset. já, ég er algjörlega fanatískur. Þú veist, það er pottit eitthvað sem ég þarf að fara að vinna úr, sko. Ég er algjörlega bilaður, sko. Algjörlega bilaður. Og það var aldrei dát að ég yrði heimsmeistari og það tók sko 11 ára eða eitthvað. Skilur, og það var aldrei dát. Og það var í Las Vegas 2017. Og ég fór ekki ennum allan skalan annað, það var 55 kíló. Svo keppti ég lengi í mínu 67 kílóflokki og varð Evrópumeistari þar 2 svar. Og ég er annar Íslendingur til þess að stiga hæstur á Evrópumóti, bara ásamt Magnús Ver. Og ég vann einhverja 60-70 Íslandsmeistari til að líka og setti fullt af unglingaheimsmyndum og krakkaheimsmyndum og Allt í kraftlyftingunum. allt í kraftlyftingum. Sem er þá bara þetta hefbundna, það er bara backpressa, hnépi og reista. Já, og ég gerði þetta í eiginlega 15 ár. Já, 15 ár, alveg. Þú veist, átti mér ekkert social life, ekkert, sko. Bara í þessu, alveg, sko. Og ætlaði alltaf að verða heimsmeistari. Og það gekk upp. Og þú veist, á þeim tímapunkti þá var mér alveg sama hvað yrði mig. Bara að verða heimsmeistari, ok, geti drepist að leiðin mér alveg sama. Ógeðslega heimst, skilur. Og það var mindsetið mitt, ógeðslega lengi, alveg sama. Það breytist náttúrulega þegar eignast börn, sko. Og þeir björguðu mér frá þeirri prísund. Ég held að það var það sem rosalega long story short, að það var það sem breytti mindsetinu mínu á heilbrigðu líferni, sko, þegar ég var ekki í því, sko. Ég er bara 1,68 og ég var 110 kíló, sko. Þegar þú segir ekki heilbrigðu líferni, þá, sko, ég skrifaði þarna á sínum tíma bókinum Jón Pál. Já. Og þá þurfti ég að kafa dálítið djúpt onni ég myndi þess að lifnaðarætti. Og þá er það mitt þess að ég hugsaði, sko, bara að auðvitað að vera verra á þeim tíma því að menn voru með erfiðari leiðir til að ná í próteinið og svona, þannig að þú veist, hann var bara að drekka 10 lítra mjólk og eitthvað svona, en þessu bara álæga á innyflin, sko. Álægið er nefnilega, það er einmitt máli, og að borða er að erfiðast, sko. Já. Og til að ná kaloríum á þeim tíma var ég bara ekki nógu klár. Það voru bara skýta kaloríur og bara feitur og bara þykkt í mig blóðið og blóðþrýstingurinn var svolítið hár og svona, skilur, by all means necessary, sko. Skilur, can't beat them, join them, skilur. Þannig að ég átti Íslandsmet í mínu 67, 75, 82 og 90 held ég á sama tíma. Það er svoleiðis. Já, og einhvern af þeim standa ennþá, sérstaklega í 67, ég var rosalega lengi þar og mjög sterkur þar, sko. Varstu þá með þessum, þú veist, varstu í jakabóli? Já, ég var í jakabóli
og svo alveg frá opnunni Þórs Power Gym og er að þjálfa þar í dag, en já, ég var í Jakabóli mörg ár, sko, og æfiði þar og kynntist ædolum manns þegar maður var yngri, sko, þannig að þetta byrjaði alltaf á Kvíabryggju, þannig að það er svolítið sérstætt, sko, ég helst alveg í þessu ógeðslega lengi og Hvernig er að vera í, þú veist, bara þessu að vera, þú veist, þegar þú ert í þessum gíra bara hvað sem er til að vera sterkur, þú veist, þá eru þessir, þú veist, fólk með, þú veist, síðan hefur þetta færst svo mikið í að flest allir eru komnir í einhvers konar, ég ætla ekki að segja crossfit æfingar, en svona þú ert að nota allan líkamann, þannig þú væntanlega bara einmitt að taka, þú veist, ég gat ekkert gert annað margar mínútur á milli setta, jafnvel að éta á milli sett, þú veist, þegar menn voru orðnir svo rosalega nammi, sko. Ég þetta nammi á milli setta til að fá glúkósan upp, sko. Og þú veist, bara eftir maxlift, ég hafa vídeo af mér þar sem ég er nokkuð vissum að ég sé sá léttasti til að beygja 300 og svo léttasti til að taka 200 í back. Og eftir 300 beygina var ég bara ælandi í vaskinn og eitthvað, ég var ekkert veikur, sko. Bara ála á kerfið, sko, skilur við. Og já, þannig að það er svona long story short, sko, og það eru 4 ár síðan ég hætti því og ég er bara búin að vera að létta mig síðan, sko. En þetta byrjaði semst allt þarna á Kvíabryggju, sem er svolítið sérstætt. Og það fór allt í skrúuna það er lengri saga og svona technically var heimilislaus eiginlega í svolítið tíma sem ungur drengur. Okay. 16 ára. Og já, eitthvað svona sem ég aldrei rætt, eða þú veist, ég fór í einn sálfræðitíma og ég held að sálfræðingun hafi þurft sálfræðitíma eftir það og ég fór ekkert aftur. Það voru ömurlegir, ógeðslegir tímar sem að gerðu sem sagt þennan Rúnar Hroða. Sem er ekki sá sami og hann það var bara hvað ætti ég að segja troubled, suicidal einmanna lítill drengur, sko, ógeðslega lengi og það er það sama sem þá erum maður svolítið reiður fuck you gaur, sko. Akkurat. Ekki lengur, sko, þannig að það er efni í heilt annað podcast. Ógeðslega skýta æska mín, sko. Það er það sem að gera með því sem ég er í dag, sko. En þegar þú segir einmitt þetta, það er það sem gerir það því sem ert í dag. Nú ert þú að ala upp börn, að þú veist, hvar liggur línan fyrir þér í því að eitt er að eiga einmitt ömulega æsku og þú veist, þurfa að fara í gegnum ógeðslega erfiða tíma og oft eða stundum koma menn mjög sterkir út úr í og segja einmitt, þetta er það sem við gert með þeim sem er í dag. En og þá kemur, sko, ég vil ekki ala upp börnin mín í einhverju bómullavæðingu þannig að þau verið aumingjar. En á sama tíma vil ég ekki að þau upplifi það sem ég þurft að upplifa. Hvar liggur línan fyrir þér? Þetta er ógeðslega góð spurning. Því ég veit ekki hvar línan liggur. Því að ég stundum horfi á strákanum þegar þeir eru sofnaðir og ég hef þurrkað tár að hugsa, ég var leiðilegur við það í dag, held ég. Og það er ömurlegt. Þá kannski var ég of mikið að hugsa gamla mig, sko. En svo hugsaðu líka gamla þig og þeir eru með allt sem hann hafði ekki, sko. Akkurat. Þannig að línan ég veit ekki hvað línan en þú veist, ég hef fengið ekki 10 sinnum og ekki 30 sinnum bara frá fólki bara, þessi drengir þeir eru bara, ég hef aldrei hitt svona krakka. Þeir eru svo kurteisir, góðir og yndislegir. Við bara leikskólinn og skólinn bara og fólk bara, eru þeir alltaf svona? Þeir eru dásamlegir. Þannig að hvar sem að línan ég held hún sé að virka, sko. Þannig að, þú veist, og það er rosa tough love, sko. Ég er með tough love á þeim. Er það ekki best, sko? Því nú á ég einn mjög góða vinn sem átti mjög erfið æsku og mér þegar ég sé krakkana hans finnst mér einmitt, að því þú veist, það er einhvers staðar aftast í hausnum hjá honum, bara ég ætla ekki að láta krakkana mín að fara í gegnum neitt að einhverju ógeði sem ég þurfti að fara í gegnum, en á sama tíma þá veit ég að ég er að gera þeim gagn með því að gefa þeim tough love. Já, ég er sammála. En svo kom einhver bylgja sem að kendi okkur að þetta væri ekki lagi. Nei, ég veit það. Og þó svo ég sé mjög confident í því sem að mér finnst, þá samt þetta var svona rubbed off on you, svona aðeins, sko. Það skilur svona, er ég bara toxic, fann ég upp toxic masculinity, meðan ég var bara alvöru maður, ef ég segi bara alveg sér, segi það bara núna, bara alvöru gaur. Það er bara svoleiðis. Og já, þetta er fín lína, ég veit ekki, en ég held ég sé að dansana því að, þú veist, þeir fá að heyra mjög mikið frá mér að ég elski þá og þeir fá physical touch og ást og tíma
frá mér sem ég fekk ekki, skilur. Þannig að Ég held að sé bara einmitt geggjað, sko, því að, þú veist, þetta vill maður ekki alhæfa, það alveg til ólíkar tegundra stelpum og ólíkar tegundra strákum, en ég held fyrir stráka sérstaklega, þú gerir þeim ekki gagn með því að láta það ekki fara í gegnum einhverja erfiða hluti, sko. En einmitt, en ef á sama tíma ert að tala við þá, útskýra fyrir þeim, gefa þeim ást, segja fallega hluti, þá þeir að fá það besta af báðu og það sem þeir þurfa, sko. Passa þeim skorti ekkert, þó svo að þeir taki engu sem sjálfsögum hlut. Skilur, en það er erfitt, en það tekur bara tíma, ég er búin að sjá það tekur bara tíma fyrir það að skilja og þeir skilja það, sko. En þú nefnir toxic masculinity, ég var bara í morgun, sko, að því ég mitt fór upp á Úlfarsfelli í morgun, skýta veður, sko. Æðislegt þegar ég var að koma niður, sko. Æðislegt. Geðveikt þegar þú kemur heim. Á rigninguna framan í sig og kunna meta heitusturtuna, sko. Já, einmitt. Og þá sá ég á leiðinni mitt einhverja gæja að vera malbika í bara einhverju svona göllum og ég hugsaði mitt, skilur, þú veist, fólki sem að tala toxic masculinity, viltu ekki líka vera þakkláttur fyrir það sem að feðraveldið hefur búið til fyrir? Tokkarlega. Öll húsin, alla framkvæmdina, allt þetta, allir gæjarnir sem eru búin að vera í svona ömulu skítastörfum, í skítaveðrum, að gera lífið þitt þægilegt. Einmitt. Er það allt eitru kallmennska? Já, einmitt. Skilur, við erum alltaf bara komin út á tún. Þetta er bara rugl, sko, bara, fólk er bara svo miklir aumingjar. Ég bara hygg ekki að segja, fólk er bara almennt algjöru aumingjar, sko, skilur. Það er bara einhver bylgja sem kom og ég er að segja, mín kynslóð, ég fættur 91, pluss mínus 2-3 ár í báðar áttir, þetta eru mestu aumingja foreldrarnir sem hafa nokkuð tíma verið til. Það er svolítið, þú sér alla krakkana, þeir tala ekki íslensku, þeir eru háðir símanum eða iPadinum, þeir fá enga athygli og ertingu frá foreldrum sínum, af því þeir eru allir fucking haugar. Skilur þetta er mikið til í sjá. Já, ég er náttúrulega alhæfa og núna er einhver heima að horfa bara hvað, wow, rosalega gorgir í þessum eitthvað, svona er þetta. Þekkirðu Brynja Karl, körfuboltaþjálfara? Nei, en ég þekki hann ekki neitt, ánægð með hann. Já, hann er frábær, hann er vinur minn og hann einmitt segir mig, skilur, því ég hef fylgst með æfingum hjá honum. Ég hef bara því líkt empowerment á þessar stelpur, skilur. En hann segir, stelpuna sem hætta hjá mér, það er ekki að því þær vilja hætta. Þá er út af því foreldrarnir höndla ekki. Já, ok. Því stelpunna fara að koma heim til sín og þær fara að gera okkar kröfur. Bara mamma, akkur er alltaf í símanum. Pabbi, akkur eru við ekki að gera þetta? Já, akkur eru við ekki að elda. Eða eitthvað, skilur. Já, geðveikt. Ég þekki hann ekki neitt, en ég fann á hann, skilur. Já, hann er í þessu, skilur. Það er bara, þú veist, einmitt, það er harka, en einmitt, eftir æfingarnar er við að tala saman og það er verið að útskýra, við erum hérna á, þú veist, í svona eins og bara flight simulator, það sem við erum að æfa okkur fyrir lífið. Lífið á eftir að henda á það erfiðum hlutum og það var betra að vera að æfa það hérna í gegnum körfuboltann. Ég man þegar það mál kom allt upp með hann. Það er alltaf eitthvað svona mál að koma upp. Það er partur af þessari aumingjavæðingu líka. Það er alltaf mál að koma upp. Úr engu, sprett úr engu. Bara því einhver veikburða var bara svona, ég meika þetta ekki, ég ætla að knésetja hann. Og ég fór eitthvað svona, sá þetta með Brynjar og ég sá okkar fyrirsagnir og fyrsta sem ég hugsaði bara, wow, djús andir í honum. Eitthvað svona, þegar ég heyrði hvernig hann var að tala eitthvað, ég leið, djús andir í honum. Svo fór ég að skoða þetta eins meir, svo er ég bara, herðu, þetta er meistari. Þetta er bara snillingur. Ég er bara ánægð með hann. Hann er stjörnubrjálað, þetta er brjálað, hann alltaf þjálfaði Hafþór, sko. Já, í körfu. Í körfu, og Hafþór hefur sagt við mig bara, Brynjar er stjörnugeðvíkur. Já, það er geðvíkt. En þetta er bara prep fyrir lífið. Við þurfum svona fólk, sko. Og ég er svona, já, ég er hættur að tala svona eins og ég er að tala núna publicly til þess að vera ekki í þessu fight or flight, en ég er rosalega sammála af þessu öllu. Já, ég er alveg sammála því, það er eitt mitt að vera bara með þessa skoðun og ég held að ég deilin alveg með þér, en síðan er hitt, ég nenni ekki að vera marinera mís allan daginn. Nei, það er ekki hægt. Til dæmis mig og Frosti, við erum báðar að gera podcast, ég myndi ekki nenn að vera í fætinu sem Frosti er í, sko. Nei, ég er basically bara alltaf sammála á honum. Ég myndi ekki nenn að neina þessu. Ég er bara voða kátur að hann skuli nenna þig. Gott að einhverjum nenna þig. Já, bara, hey, ég ætla að like allt hjá þér, bara, þú veist, power to you, en ég nenni þessu ekki. Og ég er eiginlega bara alltaf sammála á honum, nema þegar hann alltaf bara allt í innu frelsaðist, ég verð ekkert sammála því, en ég verð bara að læra líka, en ég skil ekki, tökum bara líka sem dæmi, allt þetta Charlie Kirk-dót og eitthvað, þú veist, akkur má bara ekki hafa eitthvað skoðun. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.